Friðrik Dór, velkomin í 24/7. 24/7, takk fyrir það. Hvað kemur í hugan? 24/7? 24/7, það bara, þú veist, bara opnunartími búða og hagkaup, náttúrulega, Já. Garðabæ. Svo erum við með 7-Eleven, náttúrulega, förum einhvern veginn þangað í huganum, sem hann í Danmörku mikið. Þegar maður þar, það var alltaf hægt að treysta á 7-Eleven. Hægt að fá svona pizzastykkiðan í 7-Eleven sem maður fór stundum og nældi sér í Það gott, ja. late nights þegar maður var, já, fínt, skilur það ekki allt fínt þegar klukkan orðin X. Hvenær varst það nægilega að reynda sér? Bara, ég átti vini sem voru í námi og maður fór stundum svona í ferðir bara hafa gaman og gaman að endaði stundum eitthvað 7-Eleven og fór sér eitthvað pizzastykki. Já, það er gott. Erðu, já, ég fæ svona fólk sem ég finnst áhugavert tíminn í spjall og spyrða ákveðna spurninga til þess að fá frekar innsýn inn í hvernig það horfur á lífið og til þess að aðri geta hlustað og lært af í rauninni. Það er svona mín nálgun því ég held að við allir einstakar hafa farið gennum mismunandi vegferðir í lífið og ég held að það er hægt að læra svo mikið af öðrum einstaklingum. Þannig að mér langar svolítið til að mynda mig bara beint í þetta. Já. Og það er bara fyrsta er bara að botna þetta. Tónlist er. Búm, skemmtilegt að hafa þetta hérna á skjánum. Það ekki? Þetta er svolítið professional. Bara, þetta er mjög pró. Er þetta nýja hraunið í hana geldingadölum? Þú fórst og tókst myndir af því? Já, við erum að nýta okkur það í markasetninguna á þessu. Við tókum sér mynd af því og þegar hraunið var orðið, mér minni mig 7,5 daga gamalt, þá fórum við þarna inn með sérstakur sérfræðingur á Kíví, fórum með sérstakar linsu þarna inn og sérð hvernig þetta er búið að brotta þarna og við erum að nýta okkur í rauninni meðbyr með elgosinu, eins og margir eru búin að gera til þess að mynda þessa dýnamík. Þetta snýst að vera í mómentinu, skilur, hvað er heitt núna, skilur, það er hraunið. Það er alveg svoleiðis, þannig að En já, tónlist er tónlist er bara algjör snilld og hún er alls konar og hún getur verið, ég myndi segja hún væri svona eitthvað svona er til eitthvað orð sem heitir svona tilfinningavaki. Veistu hvað ég meina? Vekja, hún vekur hjá manni svo tilfinningar, og þannig líti ég mest á tónlist, sko, að maður hlustar á tónlist og hún getur verið sungin og textinn tala til þín eða þá bara ekki sungin og bara tónlistin sjálf tala til þín og vekur hjá manni tilfinningar og svo seinna mér þá kannski fer hún líka að vekja hjá þér einhverja minningar og þú tengir á staði og fólk og tíma í lífinu og þannig að tónlist er líka tímahylki og allt þannig að ég myndi það er það sem mér finnst tónlist. Ég pæli lítið í svona tónlistar hlutanum af tónlist, sko, ef við tölum einhvern veginn það, þú veist, það er svona mér er smá slétt hvort að sé, þú veist, í hvaða tóntegund lagið er og hvort við séum að spila einhverjar 300 eða einhverjar svona sem aðrir sem eru hvað ég segja, betur og meira lærðir í tónlistafræðunum sjá og heyra og hugsa og pæli og við verðum að hafa það náttúrulega og það fólk því að án þeirra væri tónlistin líklega verri, en fyrir mér að þá snýr þetta að því að búa til einhverja tilfinning, og tilfinning þarf ekki alltaf að vera eitthvað dramakast, skilur, það getur líka verið gleði og bros og hlátur og dans og allt það, skilur, þannig ég er ekki að meina þannig að allir er að reyna einhvern veginn snúa takkanum sem lætur fólk fara að gráta og eitthvað, heldur bara það eru, já tónlist er tilfinningar. Tilfinningavaki og tímavaki. Tilfinningavaki og tímahylki. Þetta eru nýskemmtileg orð. Það myndi ég segja. En heldur þá að, út af því þú talar að þú sért ekki, hugsar ekki tónlist út frá svona
þessum hvað getur maður sagt, svona sérfræðingar nálgun basically, meiri svona ég velti fyrir mig hvort að það að vera ekki því kannski neldur við það box, hvort að það hjálpi upp á sköpunargáfu sko, það hjálpar minni sköpunargáfu, skilur að hérna hvað segja við, sko, þú getur verið sko ég held sko oft hérna hefur maður mitt sagt við fólk sem er langskólagengi, það var til að fara að spila hérna að læra meira á þú veist, bara tónfræði og hljómfræði og læra meira á píanó, læra meira basically það eru margir úr þeirri deil sem eitthvað, nei, ekki gera af því að, þú veist, það gæti farið að bara hérna skyggja fyrir þig á það, skilur, þú sérði eitthvað, þú veist, maður sér eitthvað einhvern veginn og maður er bara góður í því og það er á einhverjum forsendum sem að skipta engum máli, þú veist, þú bara ert góður í þessu eða góð og hérna og þó hún sé ekki eitthvað ógeðslega fræðilega nógu svona, þú veist, mann langar að, þú veist, geta tekið þátt í einhvern svona, því að nú er maður tónlistarmaður og ég er að tekið þátt í hérna umræðum tónlist og eitthvað svona, þú veist, sem ég get ekki, því að ég bara hef ekkert að færa, skilur en ég hef einhvern annan vinkil á bara, þú veist, á þessa tegund tónlistar, bara á poptónlist sem að virkar og fólk tengi við og hérna og það er minn styrklegi, skilur þannig að ef maður fer kannski, þú veist, ekki það auðvitað þekking, öll þekking er góð þekking en það er samt sem maður að þú fer svona, þú veist nei, ég vil ekki að gera þetta gengur ekki upp hérna á einhverjum tónfræði forsendum sem er einhver sem á meðan að núna þá er ég kannski, þú veist, að gera eitthvað þetta var nú kannski skemmtilegt og einhver færi þetta og bara, já, þetta er skrítið en fyrir einhvern sem að er síðan langskólagengin þá, já, þetta er skrítið en þetta er skemmtilegt verkefni að leysa úr þessu, skilur og láta það ganga upp út frá hinum forsendunum, skilur þannig að það er svona tekið, ég veit ekki, bara að mitt veri ekki að pæli hvað er ekki styrklegiðin og vilja þá fara hérna þessuna að læra meira og gera meira, skilur heldur bara fagna þínu styrkleikum og vinna með þá, skilur næra það sem ert góður í og einblína á það já, svolítið ég velti því fyrir mig, ég átti maður hvað tónlist skiptir miklu máli í lífinu, sko, bara, þú veist hjá fólki almennt, þú veist hvað þetta tónleikar hópa saman fullt af fólki, sameiginlegur áhugi, sameiginlegt eitthvað sem þú trúir á og fílar þegar fólki, þú veist, þegar manni líður alls konar, hvort sem bara getur kveikt í alls konar góðum tilfinningum, getur hjálpað maður bara er í einhverjum niðurrifi eða eiga erfiða tíma og ég velti því fyrir mig, sko, ég spyrst myndu við bara reynilega deyja án tónlistar eða? Veistu, sko myndum við deyja án tónlistar svo sem kannski ekki nei en ég held að okkur myndi líða svolítið verr án tónlistar og ég held að hún geti hjálpað svo mikið, sko hún getur, sko hjálpað manni að leysa úr erfiðum tilfinningum og hún getur líka hjálpað þér náttúrulega að skrúa upp í góðum tilfinningum menna taktu bara partí sem að það er engin tónlist og svo það er bara geggjuð tónlist og allir bara hvort sér fyrir að sé einhvern veginn búið að skrúa meir upp í stuðinu, skilur þannig að ég held að hérna hún ýkir hjá okkur gleðina, getur gert það og hún minnkar hjá okkur hvað að segja þessar neikvæða tilfinningar eða getur hjálpað okkur að leysa úr þeim, skilur þannig að getum orðað þannig að það væri ekki næstu jafn gaman að vera til það væri ekki jafn gaman ég held að það væri, svo ég held að við værum okkur myndi líða talsvert verð án tónlistarinnar tónlist, sko ótrúlega hlutur næsta, hérna, í lavaðinu úr, hérna Helgósinu, næsta spurning hvað miskilur fólk við því?
hvað fólk til með að halda þau sem ekki rétt? Já, ég veit ekki. Fólk náttúrulega sko ef við tökum bara náttúrulega ég á bróður sem líka í tónlistinni, bróður minn Jón Jónsson og fólk á til með að halda kannski að við séum, eða fólk á það til að halda að við séum kannski líkari en við erum og ég sé svona eins og hann á einhvern hátt skilur sem að ég alveg til í stuð og mjög til í stuð og mér finnst gaman að hafa gaman og mér finnst gaman að hlæja og mér finnst, ég í stuði sko en það samt svona alls konar það eru leiðir, mismunandi leiðir til að vera í stuði og hafa gaman og allt það og fólki finnst, fólk heldur ofta að við séum svona sko fullkomin bara ok, ég get ekki fengið Jón fæ bara Friðrik og ég fæ bara sama sömu vöruna, við séum fullkomin staðkvæmdavara fyrir hvern annan sem við erum á margan hátt en ekki á allan hátt og þannig að það eitthvað sem fólk heldur oft svona sem bara gaman því að Jón frábær og ef fólki finnst ég líkur honum þá það frábært síðan, já, ég veit ekki svo eru aðri sem ég veit það ekki eins og Nei. Þetta svona það sem ég myndi mest benda á, ég einu sinni var ég, upptekinn að fólki þegar maður framhaldsskóla og svona þegar maður meira í leituna sjálfum sér og upptekinn af því hvað öðrum finnst og allt það að þá kannski fannst fólki það var mjög mörgum sem fannst ég svona hrókafullur og þannig sem að ég var pottet á einhverjum tímum en samt svona almennt held ég hafi aldrei verið það sko en það svona held ég alltaf að útskýri sig bara af svona feimni, ég var svona svolítið tilbaka skilur, nema kannski gagvart einhverju fólki sem ég þekkti, þá var ég náttúrulega bara eitthvað að sprella og bulla skilur, en svo þegar ég var komin eitthvað út fyrir mitt zóna, þá fór ég mjög mikið tilbaka og þá svona fær fólk kannski tilfinningu, býtu, hann alltaf svo hressin þegar ég horfa á hann hérna, en svo býtu, vill hann ekki tala um mig, býtu, hvað rugl þetta, hvað er hann eitthvað góð til að tala um mig, eitthvað svona, en það eins og ég segi, það bara eitthvað sem var fyrir svona, það vist komin nokkur ár síðan ég var í framhaldsskóla, sko, til miður, það eldist á hraða ljósins, en much the wiser, sko, fyrir vikið, sko, nú ég orðin svo vitur og rólegur í eigin skinni, sko. Þroskast mikið. Ég reyndar, til mig hafa þroskast alveg talsvert mikið, sko, svona, og að ég hafi þurft að þroskast, sko, svolítið hratt, sko, fyrst þegar ég byrja að gera músík, sko, þá svona, maður þurfti svolítið að svona, einmitt, þroskast að þessu leiti að, þú veist, álit annara, hvað segir maður, bara líta fram hjá því og vera ekki pæli og útiloka það allt og lesi ekki komment, lesi ekki Twitter, lesi ekki allt þetta, ekki á þessum miðlum og bara allt það svona, þú veist, ég þurfti alveg að hætta að leita nafninu mín á Twitter, skilur, því maður var stundum pirraður þegar maður las eitthvað og eitthvað svona. Þannig að tónlistinni hjálpaði að þroskast? Já, ég myndi segja það. Og hún bara hjálpaði mér að tengjast tilfinningum mínum þú veist, og pæli þeim og skrifa þær niður og vinnur þeim og eitthvað svona. Þannig að það náttúrulega ákveðin tjáning í lögunum með því að, þú veist, út frá ég velti fyrir mér, sko, ég ætla að spyrja hans sko ferlið í rauninni, sko, en tengist þetta mikið manns svona mismöndi, þetta tengist svona eitthvað manns eigin hugarlífi, skilur mig. Algjörlega. Og þetta svona, ég allt í einu að ganga gegnum eitthvað, eða ég að átta mig á einhverju og þá allt í einu fer ég að skrifa eða pæla, eða gefum að sér bara x tíma í þetta, eða þú veist, hvernig gerir þú þetta? Sko, ég myndi segja,
ég er svolítið mikið búin að tala tilfinningar hérna síðan ég mætti þess að ég alltaf bara heima bara, ok, hvernig líður mér núna en það ekki alveg þannig en stundum með mig kemur þú veist, eitthvað upp úr einhverju bara, og oftast þá kannski einhver tími liðin eitthvað gerist svo ertu bara í lífinu svo kannski þið sestu niður og bara óvart byrjar að hugsa eitthvað, hvernig var þetta og þá einhvern veginn kannski fer eitthvað, skrifar eitthvað út úr því, skilur ég sjaldnast eitthvað svona í mómentinu bara eitthvað, maður verða að skrifa niður þetta, skilur það sjaldnast og svo en svo þetta líka bara, ég að keyra maður og bara kemur einhver setning til mín og ég bara synga hann inn á síminn og svo kannski bara setja símann í vasan aftur og svo bara ég eitthvað að fletti í gegnum voice memo og svo bara, þetta var nú gott og bara byrja að skrifa út frá því og eitthvað svona, sko, þannig að ferli bara alls konar og stundum með maður bara með að spila gítarinn og eitthvað setning um tíðin og eitthvað ble Er það ekki bara sköpunarferli? Það oft bara eitthvað ble og sem bara komið lag Jú, það bara það mjög mér finnst mjög erfið að því að maður nálgast þetta kannski ekki nógu mikið sem margir nálgast þetta sem bara vinnu, þú veist, þannig að þú mætir bara og þú byrja bara og síðan, þú veist einhvern veginn, en hjá mér þetta miklu lausara í reipunum, skilurðu, bara þú veist, eins og ég segi, bara maður einhvers staðar og bara syngur inn eitthvað og kemur aftur að því og allt það þannig að allavega hjá mér þetta ferlið að það bara svolítið svona einhvers staðar og svo einhvern veginn límar það saman einhvers staðar aftur og eitthvað en hérna já, það skrítið að lýsa þessu, sko ég get það allar, sko Þú ert að ná að lýsa svo gildilega ég held líka að þú veist sko, þú talar einhverja tíma svona sem að gengi gegnum ég held bara að sko, hvort sem að skrifa eða tala eða processa það einhvern veginn eftir ákveðin tíma, ég held að það sé mjög gott bara á alla vegu, sko, saman hvort þú ætlar að gefa út lag eða bara geyma það fyrir sjálfa þig, sko. Já, nákvæmlega, algjörlega og ég meina, mörg lög bara, þú veist eru bara dagbókafærslur, skilur þú veist, basically, þú veist bara ég veit ekki, ég get talað bara maður ársins eða eitthvað sem að bara bara hæðir og læðir og hérna bara já, svona algjört dagbókafærslu lag, skilur og svona hugleiðingar bara hvað ég að gera í lífinu og það málið eða á ég að færa mig í eitthvað annað, er þetta allt þess virði, skilur eitthvað svona og svo þú veist þú veist ég meina, hérna skál fyrir þér náttúrulega bara algjört dagbókafærslulag eða bara svona minningabanki sem maður bara eitthvað bara að setja saman minningar úr einhverju, skilur, það bara, þú veist fyrsta setningin faldi mig á bak við hurðar þannig eitthvað í fyrstu var ég feimin faldi mig á bak við hurðar mér fannst þú ungan samt svo mikið yfirburðar að hérna að fela sig á baku hurðar sko bara stóra systir Lísu skuttlaðinni til mín í fyrst skipti og ég opnaði hurðina svona og þannig ég var á baku hana, skilur til að þurfi ekki að heilsa stóru systrinni alveg strax þannig að þú veist, það bara það og þú veist B8 Birkiberg 8 það sem ég bjó alltaf hérna hjá foreldrum mínum og B5 ekki skemmtið það B5 heldur Bakkagerði 5 þar sem að hún bjó alltaf G24 fyrsta íbúðin okkar þú veist hérna stofinni eitthvað það bara þegar bara vorum að koma staði og áttum hérna stofin og G24 beðið eftir fréttum stórum, þú veist, það bara hún bara að taka prófið og við erum bara að bíða eftir, þú veist, hvort við séum ólétt eða ekki og þú veist, þannig að já, þú veist, fullt af þessum lögum eru bara dagbókafærslur bara, þú veist, bara safna saman bara dögum í lífiðinu, bara bím, hérna texti
Svo ertu með vangaveltur líka, þú veist, tökum hérna, hvað heitir það nú? Ekki stinga mig af. Það bara vangaveltur bara eitthvað, þú veist, ok, hérna ég með þetta litla barn og lífið framöndan og bara, þú veist, það verða hæðir og læðir á þínum vegi og þú veist, mér langar að styðja því og mér langar að hérna, þú veist, þú veist, að hjálpa þér eins mikið og best ég get til að þú komst nú alveg gegnum það og allt það, þú veist, þannig að það eru vangaveltur. Svo ertu bara með, þú veist, bara einhver ástalög, skilur, sem bara, ég meina, hlið hérna, eins og ég hef sagt 1000 sinnum, byrjaði einhverju jólakorti til Lísu fyrstu jólin, þú veist, þannig að viðlagstextin basically, og svo bara það random texti til að skraut, skilur, þú veist, erindin eru basically þannig sé, þú veist, viðlagi kom fyrst og svo bara hitt bara svona a love song, skilur. Hvað erum við með meira? Þú veist, svo þú veist, Dönsum í svo hálfvitar, þá ertu með hérna, þetta að vera alltaf með kveikt á, þú veist, heyra setningar í bara kringu, þú veist, ég var bara í Hagkaup og þá var einhverju 2 menn að mætast þannig og hvað blessaði, hvernig þetta? Og hinn sagði, já, bara skikkanlegur. Og ég hafði aldrei heyrt þetta notað áður. Ég var bara, djöfull þetta gott, skikkanlegur, eitthvað. Og bara byrjaði bara eitthvað, ég aldrei minni en skikkanlegur, skilur við. Og svo kom bara, út frá því kemur vangaveltan, þú veist, að þú getur einhvern veginn ekki, það svo margt sem þú ræðir ekki. Þannig að það er kannski bara fínt að vera aldrei minna en skikkanlegur og vera ekki að sökka sér of djúpt í hina hlutina, skilur við. Og hérna, þannig að þú veist, ég aldrei minna en skikkanlegur, ég veit að kemur betra veður, basically bara ok, það er kannski drullu leðilegt núna en things will get better, skilur, og það kemur betra veður. Snýst allt hnattræna legu. Random. Hún ekki á voru vegu. En síðan, þú veist, hvað ætlar að gera því? Við fættumst bara hér og við erum bara hér og þú veist, we can't do anything about it, skilur. Við erum bara make the best of, gera best úr öllum hlutum, skilur. Og bara og síðan viðlagið bara fuck it, bara dönsum og þú veist, þó ég sé asnalegur, þá bara dansa ég samt og eitthvað, þannig að það er svona, þetta óður til æðruleysisins, kannski, svolítið. Þannig að skráingar athugasemdir, það er bara, þú veist, ég er ekki að fara á net, þú veist, það er bara eitthvað, virkir í athugasemdum, bara, nennus ekki skilur, bara, glemdi því. Ég veit ekki hvað ég er að tellja þetta allt upp, ég er bara eitthvað að segja þér, bara þetta er svo mismunandi hvernig þetta kemur tíðin, hvað þú ert að fara, hvað ert að gera upp, hver ert að velta fyrir þér, það er bara alls konar og sumt, þú veist, eins og Dönsum í svo hálfvitar, það er enginn að hlusta á það og bara I really love the message from this song, þú veist, það er enginn að pæla í sem einhverjum boðskap, en á bakvið samt flest nema bara eitthvað til í allt eða eitthvað sem er bara eitthvað þvæla, skilur að hérna, þá það einhver boðskapur, einhver pæling, skilur sem að hún er ekkert alltaf háalvarleg eða, þú veist, ég er ekkert eitthvað, er enginn að ná þessar pælingu hérna, þú veist, akkur heyrir enginn, þú veist, það sem ég reyna að koma til skila, það er ekki þannig að ég sé eitthvað að svekkja mig á því, en hún er alltaf þarna, þannig að já, ég kann ekki að Nei, en ég velti því fyrir mig samt þó fólk kannski er ekkert mikið að pæla svona djúpt í textanu, hvort það sé samt eitthvað hana undirliggjandi sem er samt grípur fólk. Ég trúi því, sko, fullkomlega og ég held að minn styrkleiki liggi oft í því að pakka hlutunum inn í pakka sem að fólk tengi við og skilur og auðvitað með að opna, skilur þannig að einmitt hvort það sé meðvitað það alltaf eða ekki hvort það sé meðvitað það eða ekki það hérna veit ég ekki, en ég held samt einmitt að í undirmeðvitaðinni þá ertu að fá okkur skilaboð sem að þú tengi við. Ég velti fyrir mér eins og í bíómyndum skilur mig, okkur dettur öllum í hug bara þessari klassísku Lord of the Rings, Harry Potter og svona þessar vinsælu bíómyndir það er ekkert eðlilegt að þú sért að borga inn í bíó
þú kaupir pop og kók og þú ert bara að horfa á einhverja krakka með töfrásbrota og það býr, þú veist, tröllundir í kastalunum og það gerast alls konar hlutir. Það veist, af því það undirliggjandi svona mynstur í flestum svona ævintýra bíómyndum. Þú veist, hetjan byrjar í sínu daglega lífi, lendir í einhverjum svona eitthvað hérna sem að köllundir hans að fara í eitthvað ævintýri, hann fer í ævintýri, tekst þá á alls konar erfiðleika og enda með því að sigrast erfiðleikunum og síðan er hann að læra eitthvað nýtt í sjálf að segja, hann er að bjarga heiminum. Já. Þetta svona þegar maður grípur okkur. Ég velti í fyrir mér, þú veist, eins og bíómyndi grípa okkur, hvort það sé eitthvað svona út af því að þú veist, þú ert að tala stóra spurningar og minna bara hvernig að alveg krakka og ást og allt þetta. Þetta allt sem undirleikur bara tilveru okkar allar held ég. Algjörlega. Þannig mig grunar það allavega að sé eitthvað hvort sem fólk meðvitað það ekki. Það einhver auðvitað samspilið milli margra þátt en það einhver undirlegjandi þema held ég sem grípur okkur í bara tónlist líka. Algjörlega, ég bara 100% og auðvitað hjálpar eitthvað, þú veist, að laglínan sé svona og svona, en þú veist, ég segi alltaf að minn styrkleiki sé að búa til húka í gegnum texta, búa til eitthvað sem grípur fólk í gegnum texta. Þú veist, en auðvitað eru laglínur líka mikilvægur. Þannig að þetta kom úr spurningunni hvað miskilur fólk við, en það var gott samt sem við vorum í. Já, fórum við vel. Já. Hvað er hann opporinn hér? Það ein teiprúla sem að Hafdís mákona mín. Ég var alltaf smá vandræði með hana mákona, svilkona, svili, máur. Já. En hún mákona mín. Okay. Og hún tannlæknir á tannlæknastofunni í Brosið og það eru mikið að pæla í svefni og svefn svona bara rannsóknum og þannig að ég er með teiprúlu á náttborðinu til að teipa fyrir munnin á Menisef. Ég er með vekjaraklukku sem virkar ekki og svo síminn í hleðslu á náttborðinu, það talandi að svefnrannsóknir, það myndi ekki passa vel inn í þær. Það já, ég held að það sé svona cirka 1 sko. Það er engin bók. Þannig að vekjarklukku sem virkar ekki, sími og síðan teipið. Yes. Og þú notar teipið til þess að andi gegnum nefið í gegnum nóttina, ekki samt? Já, yes. Og veist eitthvað svona cirka, hefur Hafdís eitthvað sagt þegar svona cirka áhengina? Maður á hvílasbetur, að hjálpa metabólismannum, það á að auka náttúrulega súrefnis upptökuna, það ekki, skilst mér, og svo segir hún alltaf bara munnurinn er ekki öndunarfæri, nefið að þeir eru öndunarfæri. Augum andi gegnum nefið, sko. Og líka þetta, sko, á ungum börnum, sko, þetta bara geta móta kjálkana og tangarinn náttúrulega, hefur mikið áhrif á tangarinn líka. Og ég man þegar maður heyrði þetta, sko, einhverju og maður heyrði þetta fyrst af einhverjum, ég man ekki hverjum, fólk var að teipa sér varinnar fyrir svefninum, maður hefur bara, hvað er fólk að spá, sko, en síðan allir maður komin í það líka, sko. Þú veist, Hildur tók mynda mér daginn, ég var með fyrir augun, ég var með eyrnatappa og ég var með teipa fyrir munnin. Það var bara svo eitthvað, ég veit ekki hvað, sko. Svo einmitt ámaður náttúrulega að vera með bara helst grímuna, bara total blackout bara og ekki, bara það er málið. Ég á eina svona grímu, ég nota hana nú aldrei, maður geti nú farið, nú farið að birta aftur og maður geti farið að skella henni á sig fyrir svefnin. Mælirðu með því, eða? Já, sko, ég er svona semi-háður í, sko. Já. Ég fíla bara að hafa alveg dögt. Já. Og sérstaklega núna þegar það er að byrja bara bjart allan bara sólhringir, sko. Þá finnst mér þetta bara svona hjálpa mér að, ég veit ekki hvort það sé eitthvað bakveða, sko, mér finnst þetta bara hjálpa mér að líða eins og sé bara nótt en ekki dagur. Og þá sef ég bara betur. Erst þú með vekjaraklukkan að ljósið þannig? Ég keypti henni fyrir Hildi í jólagjöf. Ég notaði ekki. Ég var auðvitað með að vakna, en ég hef símann, sko, inn í herbygginu, aðeins lengra frá, þannig ég þarf að standa upp. Já. Af því að síðan var ég komið með Apple Watch-ið og það var náttúrulega vekjarklukkan tengt við Apple Watch og þá allt í einu var ég farin að sofa og þá hringdi vekjarklukkan á Apple Watch-inu sem kannski maður á ekki heldur að sofa með, sko. En þá var ég allt í einu byrjað að snúsa því ég var svo, veist, ég þurfti ekki að standa. Þannig að ég hætti að vera með það á nóttunni, sko. Já. Það er maður ávist að lágmarka
þetta áreiti hjá manni í svefnherberginu, ekki? Sko, ég hef ekki garrast nú mikið í, sko, en það svona það sem þeir segja gárungarnir, sko. Svo fólk að slökka á rádefnum hjá sér og alls konar svona einhverja pælingar, sko. Bylgjurnar trufli svefn og... Já, ég tengi þetta meira við, sko, eins og, ef ég sé síma minn eða tölvuna mína, þá sé ég bara tölvuposta og eitthvað áreiti hann inni sem ég bara vil ekkert vera að hugsa um. Já. Þannig að ég veit ekki alveg hvað það gerir fyrir þessa bylgjur eitthvað sem fyrir mér bara að ekki að sjá það og minna mig á hvað hana ég tengi símanum við margt annað heldur en bara síma það eru bækur hann inni, það eru podcast, það eru myndir, það eru ég nota tólstundum á miðlum, skilur mig, það bara alls konar inni í tölvupostar, þannig að ég nota svona mér forðast að nota frekar út af því heldur bylgjunum, en síðan eitthvað varandi þessar bylgjur sem ég bara ekki nú meðvitað. Nei, ekki. Meðvitað ámar að vera bara með þessa lúmi í vegarlukku og hana ljós vegarlukkuna og hafa ekki annað á borðinu, sko. Ég held það. Ég ætla að fara í það næsta vetur þegar skamdegið mætti aftur og þá ætla ég að vera að koma með svona klukku. Mér líst vel að hvað það fyndnasta sem þú lenti nýlega? Það þannig. Fyndnasta sem ég hef lent í nýlega maður. Það var mjög fyndið, sko, þetta náttúrulega mjög random, en það var mjög fyndið þegar að vinur minn ágætur, það var strákarnir höfðu ætlað í golfhermi og og var einhvern veginn allt uppbóka en hann kom hann upp úr þurru, hann ofta aðeins á dýpinu þessi, en kom hann allt í þennu sterkur inn og sagðist þeir eru búin að redda þessu, þeir eru búin að bóka á golfhermi og allt í góð með það, ekki nóg með það, var hann búin að redda pappa sínum til að sækja allavega á skuttlöllum og þeir ætluðu þannig að við erum alltaf 30 og hvað erum við að verða? 33 á þess ári, það er svolítið fyndið að vera með eitt pappa svona pikka allir upp og svona og það var einn í háaleitinu og einn á nesinu og þetta var svona svolítið út allt, sko, og þessi kemur úr Garðabænum, skilur við, þannig að það er verið að sækja menn hingað og þangað og tók sinn tíma og mikið fyrir þessu haft og svo fóru þeir upp á Höfða. En þá hafði hann bókað í skvass sem var svo ógeðslega random og gott, sko, og þeir alltaf voru ekkert að leiðin í skvass og voru ekki með neina græðir í það og það var mjög fyndið. En þetta auðvitað bara svona saga úr sem svona fyndið, svo oft þetta, sko, það hver gerir hvað sem gerir sumt svo fyndið, sko. Og síðan, já, mér fannst líka fyndið þegar við vorum í bústað núna yfir páskana og þar var stelpa mín eldri með frænkum sínum á svipuðum aldri og þær höfðu farið út og eitthvað og svo komið þær alveg ógeðslega spenntar maður inn, þá voru þær búin að finna uppstoppaða mús en hún var auðvitað bara steindauð og frós, alveg svona gatt freðin, það var líka fyndið, alltaf krútlegt þegar börnin orða hlutina einhvern veginn, það er uppstoppuð mús maður. Þannig að já, þetta eru svona litla sögur úr daglegu lífi sem að vekja hjá manni kátinu, en eru þó kannski ekki drepfinnar áheyrnar þessar, en líf og fjör. Það voru fínar, en þú segir að þar maður kannski, væntanlega hefur verið ekstra fyndið því að þessi vinuðin er kannski ekki tekið upp á eitthvað sem er vanur að gera og svona einhver samhengi og eitthvað svona. Já, það er svona þegar einhver sem er vanur að vera kannski ekki beint, hvað að segja, kannski ekki forustu sauður í að plana stóra fjölmenna viðburði, kemur hann til bjargar, en nei, hann bókaði skvass. Ég veldi fyrir mig, hvernig hægt að bóka skvass í staðin fyrir, ég var gólfhermir á sama stað? Já, það hafði verið gólfhermir fyrir 6 árum. Já. Og en hann var ekki lengur, sko. Það var bara, og það bara skuttlaði pappi. Já, pappi skuttlaði bara öllum í svo fóru æfingasvæði og æfingasvæði var líka lokað og þannig að hann var hann bara heilt kvöld í skutlinu, pappin, og það hann fari að fyrir effort heldur betur það er vel gert hjá honum. Heldur betur.
hvað helst einu sinni var í satt en þú svona ertu á öðrum mál í dag? Eitthvað sem þú þurft að aflæra? Púff, alveg klárlega. Sko, maður er náttúrulega alin upp í svona umhverfi, svona búningsklefa umhverfi. Og ég held að það sé fullt í því sem að maður hefur svona aðeins þurft að aflæra. Til dæmis bara hef ég með árunum nú orðin einhver 10-12 ár síðan ég hætti í fótbolta. Maður er svona þurft að kannski aflæra þetta rosalega, hvort sem maður tapsæri eða tapsærgi, ég held að sé særgi, aflæra tapsærgi, en veit ekki þetta, og að vera tapsár, að svona það hef ég þurft að svona ég er orðin betri að taka tapi, sem að svona í gamla daga manni þótti bara tekur ekki tapi, skilur, þú bara maður tapar ekki, en það kannski er alltaf lægi að tapa inn á milli og læra þá af því. Síðan þú veist, hvað segja, svona bara það er svo líka margt svo frábært í búningsklefanum sem að maður vildi að fleiri myndu fá, en auðvitað er hann, ég veit ekki, það er náttúrulega það er kannski, það er þetta, svo förum við aftur í tilfinningarnar, að tala tilfinningar sínar, hugsa út í tilfinningar sínar, og þetta, bara einhvern veginn, ég veit ekki, það er líka sko, í dag horfum maður á atvinnumenn í fótbolta og mann langaði ekkert heitar í gamla dag heldur en að verða atvinnumaður í íþróttinni, en sé svo sem í dag þegar maður hlustar á þá sem að actually urðu atvinnumenn að þeir lögðu aðeins meira á sig en maður var sjálfur að gera hana, maður held að mann dreymdi ekkert heitar sko, en það kannski er ástæðan fyrir að maður sótti það ekki harðara, það var kannski bara það að mann langaði ekki nóg mikið, en eins og ég segi, maður horfir á atvinnumenn í fótbolta, þá er svo margt sem að mann langar að segja ungum, sérstaklega drengjum í fótbolta, einhvern veginn bara þú veist, oft langar mig bara þessi svona bara, hvað maður segja, bara frjálsari í sjálfum sér, þú veist það er ástæð til dæmis bara ef við tökum umræðu eins og bara það sé bara engin atvinnumaður í knattspyrnu óbyrla samkynhneigður, það bara er tölfræði sem eiginlega gengur ekki upp og eitthvað svona og bara svona hvernig þeir sjá sig að þú veist það er svona oft langar mann bara að það sé bara einhvern veginn, það sé afslappari í því bara einhvern veginn að hafa gaman, fótbolta orðins bara ógeðslega svona, það er bara mjög alvarlegt mál hérna og við erum bara eins og viðtali og það er bara, ég ætla bara að vera svolítið alvarlegur og bara alveg saman hvort það sé bara ég skil alveg eftir leik að menn eru í tilfinningum og svoleiðis, en svo bara vera að spjalla við menn svona bara svona almennt kannski og það er svona, veit ekki, það er þetta að vera einhvern veginn í meira sambandi við sjálfan sig og oft er þú veist, þú ert að horfa, maður er að horfa á fréttir af einhverjum fótboltamönnum og það er einhvern veginn þú veist, oft er þetta bara samband við konur, umgengni við konur, umgengni við áfengi veist, bara hætturnar sem fylgja því að vera allt í orðin vera rosa ungur og allt í orðin rosa frægur og með fullt af peningum og svona einmannaleikin sem er líka fólkin í því, einhvern veginn held ég að sé rosalegur að þú veist, sérstaklega eru margir
fólk að leggja ógeðslega mikið á sig, það að fara í burta heiman kannski 15, 16 frá vinuðinum, og þú kemur inn í eitthvað umhverju það sem að kannski ekki, ég veit ekki af hverju að koma svona mikið, en það svona þessi samt hluti sem maður að aflæra kannski, en þú veist ekki það að ég tel mig ekki hafa einhvern tímann verið komin alveg þangað í eins, ég veit ekki, en það samt bara þetta með viðhorf gagnvart konum og gagnvart því hvað skiptir máli í lífinu, þú veist maður að horfa á atvinnumenn og þú veist það er bara búin að vera með 100 einhverjum konum og það svo cool skilur, og svo bara kemur út og bara hvað þetta giftur, það skiptir einhver máli maður, við erum bara að fara út strákarnir maður og við bara förum og það eru bara einhverja stelpur sem til í okkur og við bara hvað við gerum því, ég ætla ekki að gera neitt í því, við ætlum bara allt þetta, þú veist, versus að ég vildi oft óska þess að þeir áttu sig á því bara og svo aftur, ég get ekkert alhæft og ég veit ekkert, ég var aldrei atvinnumaður en þetta sér maður utanfrá og þetta er utan að koma til looking in, skilur mitt þessi sín sem ég að bjóða upp á hér að oft, og síðan ferillin búinn athyglin, ljósin dofna og aldrum færist yfir þú ert þarna búin að eignast kannski einhver börn með konu sem að þú bara einhvern veginn þú veist því að ég ætla svona að bregðast sumir margir átt sig ekki á því einhvern veginn að bregðast maka sínum líka svo ofta að bregðast börnunum sínum skilur þú veist þú ert þannig að þau eru komin upp í það að þekkja það minnstur að þau eru með mömmu og pappa og það fjölskylda og það eitthvað minnstur og þau treysta á eitthvað umhverfi að geta komið í eitthvað umhverfi en svo fer annað hvor og tekur hliðaskref og þú veist það getur verið alls konar ástæða fyrir því og maður getur aldrei dæmt nokkurn mann fyrir nokkuð sem hann gerir að því að maður veit ekki hvað liggur raunverulega baki en oft á tíðum þú veist, eins og maður ímynda sér ofta að sé í þessu, það bara eitthvað svona stundar bara ég geti þetta ég er ógeðslega bara þú veist, ég er bara ósnestanlegur ég geti þetta, ég ætla bara að gera þetta og það ekki hugsunin næri ekki í að vera bara heyrðu, hvað þessi ferill, ok, hann er kannski 10, 12, 15 stundum 20 ef menn eru óbóðslega góðir 20 ár en ok, svo er það búið ok, hvað ætla ég að setja valjúið fyrir mig að þú ert búin með einhvern feril og þú átt oft á tíðum mikið á peningum eða bara, sumir eiga bara ekkert svakalega mikið á peningum en þessi hluti er farin og þá, þú veist, fyrir mig væri valjúið að vera búin að búa til einhvers konar svona öryggi fyrir mig að njóta með fjölskyldinu minni með þeim sem við þykir væntum en ekki að setja upp einhvern veginn bara einn og þessi kona er farin frá þér og þessi börn eru svona ágætis sambandi þannig ekkert eitthvað allavega og ef þú veist það er svona það sem mér finnst að svona vantir svolítið í þessa sín á hvað þessi æðislegt að vera atvinnumæður eða svona súper eitthvað stjarna þú veist, það er bara þú veist, það vantar stundum finnst mér bara þessi raunverulegu verðmæti í lífinu sem er bara samböndin þín við fólkið þitt þau eru það verðmæti sem þú átt og það er það sem að ef þú ræktar þau og heldur þeim í lagi þá held ég að það sé auðveldara að vera hamingjusamur og til bara út í gegnum lífið ef maður missir þessi sambönd við fólki sitt þá held ég að maður lifi ekki í neinu nema eftirsjá svona þú veist, auðvitað er fullt af fólki sem missir sambandi við en það er ekki kjarnin, ef þú ert í kjarnaninum þá þarftu að halda honum í lagi
Það vaksa hann, svo við takum þetta saman, þá bara, sko, menningin eða þegar maður ungur, saman hvort maður sé kannski, við tökum bara fótboltaumhverfið, að menningin og hvernig þú sérð þig og framtíðina með því að vera, þú vitum alveg, í ákveðnu umhverfi þá þetta bara að þú vinnur eða tapar og þú ert ekki að gefa þér tilfinningilega séð og það bara veikleikamerki og að að verða þessi atvinnumaður því þá mun maður eiga fullt af penningum og verða frægur og geta gert það sem maður vill og svo framvegis og að raunna oftar kannski þessi raunveruleiki sem við höldum að við viljum sem margir kannski, ég vil bara geta verið með eitthvað konu sem og bla 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 að við sjáum basically eftir því og það sé ekki sem skiptir máli í lífunni, heldur skiptir máli að rækta þinn instakjarn og þitt fólk sem í kringu þig og ég veit ekki hvort sé að ná að taka þetta saman en síðan langar mig til að spyrja sem ég tengi svolítið við þinn feril sem tónlistamann þessi kannski þroski sem átt að á því að á mörgu leyti þú kannski hvað ég segja, þú ert uník á þá vegu að allan utanfrá, en nú ég að lítið utanfrá þá þú lítur út fyrir að vera bara farsæll tónlistamæður sem samt fjölskyldumæður og einhvern veginn hefur aldrei verið einu rugli eða eitthvað svoleiðis, fattar mig, hann fylgst algengt eins og að þeir sem kannski verða atvinnumenn eða þeir sem verða frægir eða góðu tónlistamenn svona, að þeir fari einhvern tíman í eitthvað svona bull, sumir koma náttúrulega aldrei tilbaka og kannski búin að brenna einhverja brýr á baki sér sem bara eins og konaðin og bara konaðin var frá þér eitthvað svoleiðis en ég velti fyrir mér hvort að sko, þú hafi farið og bróðinurinn líka, farið meira uník leið heldur en kannski margir gera og veist hvað þér að fara ég veit hvert þú ert að fara og ég held að sé alveg eitthvað til í skilur við erum ekki einu menninir í heiminum sem hefum gert það en já ég veit ekki sko hvað ég á náttúrulega ótrúlega gott fólk í kringum mig Jón með mér í þessum tónlistastúsi og brasi, þannig að við höfum einhvern annan upp á svona þann skilning það bara sumir hlutir sem held ég í öllum störfum eða svona öllum störfum að þú veist, þér finnst einhvern veginn fólk sem ekki í sömu kreðsu, sama bransa sömu vandamálum, það næri ekki einhvern veginn að utanum það sem þú ert að upplifa þannig að auðvitað það fyrir mann að eiga bróður sem bara eiginlega í nákvæmlega sama dóti það hjálpa mjög mikið, þú veist, upp á skilning og það getur líka hjálpa okkur að bara gagvart bara konunum okkar og fjölskyldunum okkar að bara skiljið þetta ekki alveg en áfram gakk skilur og allt það þannig að þar ég með þann skilning þannig ég hef sko án þess að það væri eitthvað rosalega slæmt en ég hef aldrei sko ég hef aldrei þurft að vera þess vegna hef ég bara getað að fara á gig og svo kemur ég bara heim ég ekki að sækjast eftir sko þetta má alls ekki misskiljast því að ég á mikið á góðum kunningum og vinum og félögum í tónlist alveg bara 100% og það frábært fólk og allt þannig að það ekki það að ég sé eitthvað I don't need you, ég ætla bara að drulla mér heim en maður getur leyft sér að sko taka þetta bara heim allt saman og náttúrulega deila með konu og því en líka með þessna, eins og ég hef hennar svona félaga og trúnaðamann svolítið í Jóni skilur svo á ég líka og ég ótrúlega heppið með það að ég á bara hef alltaf bara geta verið í kjarnanum minn því ég á bara ótrúlega góða vini og ég á sem eru sumir úr grunnskóla, aðrir úr framhaldsskóla þannig að og einhvern veginn ég bara ofboðslega heppið með fólki í kringum mig þannig að já og svo, það ekki bara lykill í þessu? Jú, þú veist, það bara ég held að það sé bara 100% lykill í þessu og bara já þannig að ég held að það sé bara maður ekki eitthvað að leita skilur að ég skil svo vel að vera að leita þú veist, ef þú ert ekki með eitthvað og því skortir eitthvað þá leitar þú veist, það bara þannig en ég hef ekki alveg þurft að vera kannski í þessari leit af því að ég hef bara
haft þennan kjarna í kringum mig frá fyrsta degi og það bara gulls ígildi. Algjörlega. Hver helsti vendupunktur sem voru upplegað lífum þessa? Það klárlega bara að eignast barn og já, að því alveg eins og við vorum að tala að ég hef aldrei verið í rugli og eitthvað svona sem ég hef aldrei verið en auðvitað var þannig áður en maður eignast barn þá eru bara öðruvísi þangagangurinn öðruvísi og forgangsröðin öðruvísi og allt það, en mér finnst það bara að hafa bætt ótrúlega miklu við líf mitt og við mig bara að eignast fyrsta barnið mitt, sko. Og líka bara svona, sko, hvað var það bara svona heilbriði, hvort sem það andlegt eða smá líkanlegt líka, þú veist, ekki það, já, líkanlega það svona upp og niður, en hitt það svona andlegt heilbriði kemur klárlega mikið með því líka að eignast þetta barn að svona að fara að pæla í þessu, hvað skiptir máli, hvað kjarninn, hvað það sem gefur manni raunverulegt gildi og það auðvitað aftur mismunandi eftir hverjum og einum en fyrir mig að þá það bara á nokkuð svafa það að eignast fyrsta barni. Það þrýstir manni kannski að þroskast ennþá hraðar og betur og líka þetta að minna sig á kjarnan og hvað skiptir raunverulega máli. Klárlega, að flýtir klárlega fyrir svona þessum ákveðnu þroska og svo held ég líka bara eftir því sem við verðum eldri. Ég svo þakklátur fyrir að hafa eignast Ásthildi, sko, ég var 20 og ég alveg að vera 25, ég 20, já og við verðum eldri og við þroskumst, skilurðu og þá held ég líka að við verðum svona pældari og oft svona pældari kannski á rangan hátt, sko, við verðum eiginlega bara svona pínur hrættari við að taka oft þarftu eitthvað svona óvart til að setja þið inn á réttu brautina, skilur. Ef maður bara einhvern veginn einn og sérstaklega maður bara alveg hefur ekki einu sinni partner til að leita í, þú veist, þá ég að tala svona lífsförunutt að þá held ég að þetta getur orðið svo ógeðslega flókið í hausnum aðeins. Þú veist, að fólk lokist bara inn í upp á bara svona að taka, þú veist, sumir eru bara fastir á einhverju djammi bara til 35-6 ára og það bara eitthvað, það það sem ég hugsa mest í dag, bara mikið ég fegin að hafa ekki fest stanna á hana bekknum, B5 strax til hægri þegar maður kom inn og verið það bara þú veist, orðin bara já, þannig að það svona kippti manni af því og maður þurfti svona að fara að pæla í öðrum hlutum og gati ekki vera ofhugsa of mikið líka varandi bara sjálfæg, þú veist, þú verður bara svolítið að hættu þessu, þú hefur ekki tími í þessu pælingar höldum bara áfram og gerum það best úr því sem við höfum og ég veit ekki. Skiptir ekki máli í stóra samhenginu og já, allt þetta, sko. Alltaf herðum sér og allar þessar pælingar og já, ég get ekki það. Já, ég held að börn breyta líka fólki. Já, ég held að það sé alveg ljóst. Hver helstu mistökin sem þú lært af? Og kannski hvernig, ef svo hvernig hjálpa þér síðar lífið? Já, ég svona að þið töluðum á hann að aflæra einhverja hegðun og ég var að reyna að útskýra fyrir þér einhver svona að vera tapsár og það hluta því ég líka bara svona stoltið þitt, skilur við, að þú upplifir eitthvað svona sært stolt myndi ég segja og svona, ég held að mistök sem ég gerði lengi framan af var að láta kannski stoltið trufla mig of mikið í því sem að ég var að gera, þú veist, eins og ég gaf út þannig að
ég gaf út plötu 2 hana 2012 og við getum eiginlega sagt að á þeirri plötu sé faktist það er engin svona útvarpshittari, það er alveg fullt af einhverjum lögum sem að svona einhverjir FD fans fíla og halda upp á, en hvað var það ef við tökum bara svona útvarpsspilun þá er eiginlega engin svona alvöru hittari þar og á þessum tíma að þá, veist, ég fór bara í algjöra fílu, upplýði bara sært stolt og ætlaði bara, ég er bara hættur, ég nennus ekki. Svo tók ég hennan hund, þannig glæðasti hundurinn og svona upplýði aftur, já, heyrðu, hittari, ok, höldum áfram, eitthvað svona, þú veist, en það er svona smá bjargaði mér, sko, frá því að bara eitthvað, þau bara í viðskiptafræðin og bara vinni í einhverjum banka eða eitthvað, sem hefði örugglega ekki verið hræðilega lög, en þau hefði verið allt önnur. Og ég held að svona mistök framan af sömulegis, þú veist, Bylgjan spilaði ekki lögin mín eitthvað til að byrja með, ég var bara, þú veist, að því að sært stolt það, og leifir því að ráða, það er svona, ég held að kalli fram í manni svona einhverja hegðun gagnvart hlutum eða jafnvel fólki sem að er ekki kannski eins og mann langar að hegða sér og er ekki neitt nema bara einhver svona varnarmekanismi, skilur, eins og það, þú veist, gefa út plötu og það einhvern veginn, fólk er ekkert að hlusta á þetta, fólk er ekkert að kaupa þetta, það var ekki nema bara einhvern, það er bara hættur, það er bara varnarmekanismi og það er sko eitthvað sem að, þú veist, ég hef leyfði mér að gera lengi framan af í lífinu, skilur, veist, eins og líka bara ég tek fótbolta, ég elska að spila fótbolta og mér fannst það, þú veist, ógeðslega gaman en svona, það var svona stolt í mér einhvern veginn að, þú veist ég ætli ekki að vera einhver svona misefnaður, einhver neðri deildarleikmaður, skilur við, maður er bara misefnaður, skilur við staðan fyrir að bara, heyrðu, ég finnst ógeðslega gaman að spila fótbolta, þú veist, akkur fer ég ekki bara í eitthvað level sem að ég ræð við og ég get alveg haldið áfram að spila fótbolta einhvern veginn, veist, en hjá mér var þetta bara eitthvað, ok, ég er ekki að fara að vera byrjunarliðsmaður í besta liðinu, þannig að ég ætla bara að hætta, þú veist, og missa þá það úr líf, fórna bara einhverju sem að mér fannst ótrúlega skemmtilegt, bara fyrir stoltið hjá mér, skilju, og ég hugsa alveg enn þann dag í dag, ekki brostnu draumana sem að, heldur bara, djúlega hefur gaman að vera bara í fótbolta lengur, þú veist, það er bara drullu gaman en auðvitað það að hætti, svo er lífið bara þannig að, þú veist, ég hætti því og þá opnast aðradir og maður fór inn þær og þá, þú veist, en þetta að vera alltaf að hætti einhverjum leið og þú færð einhverja höfnun eða eitthvað, það er einhvern veginn, þá kemstu hvergi í öllu sem þú prófar, skilur við, þú veist, alltaf að byrja upp ég vil bara hætti þessu og gera þetta ég vil bara hætti þessu og fara ekki þetta, skilur við, þá kemst maður ekki neitt. Tegur kannski gleðina frá því sem þú ert að gera og ert að bíða eftir kannski ytri sko, einhverju umbun. Já, eitthvað svoleiðis. Hvernig aðrir takast á við plötuna eða hvort þú sért í aðliðinu og svo framvegis og þá á þetta að vera ánægt og skemmtilegt. Þannig að í staðan fyrir að mynda stoppa bara og hugsa bara, ok, þetta gekk ekki en hvað, finnst mér þetta samt gaman, fannst mér gaman að ég að gera plötuna, er ekki stoltur af plötunni? Svarið já, ok, þar hefur það, þú veist, halda áfram. Þannig að stolti hefur basically látið meira hugsa að gefast upp og fljótt kannski á einhverju og dreigiði meira niður heldur en kannski það hefði þurft að gera gennum tíðina. Já, ég myndi segja að sem sagt já, það er kannski flækst meira fyrir heldur en hjálpa en auðvitað hefur allt bara sína kost og galla og maður á að hafa keppniskap og maður á að reyna sitt besta og vilja ná sem allra lengst og eitthvað og keppniskap hjálpar í því en þegar það gengur ekki þá þarf maður að hafa þetta æðruleysi til þess að taka það
á kassan og bara halda áfram, þú veist, ég myndi segja svona munur, það til dæmis eitthvað að því að ég bara, Jón bróðir minn mjög ofarlega í huga hjá mér alltaf, þannig að ég í eiginlega öllum svona viðtölum alltaf að tala eitthvað Jón og en það eins og það að þú veist, eins og það munur á okkur að Jón hefur miklu meiri svona, eða hafði framan á miklu meira svona þess að seglu þú veist, Jón náði bara að gera fínan feril úr fótboltanum sínum bara mjög góðan. Þú veist, hann á bara fullt af titlum og fullt af leikjum og Evrópuleiki og hitt og þetta þú veist Jón var ekki frábær sko í fótbolta en hann hafði þessi seglu skilur en hann var auðvitað var hann góður skilur hann hafði fullt af styrkleikum og náði að einblína á þá og virkja þá og koma sér eins langt og hann gat á sínum styrkleikum með þessari seglu og þessu keppniskapi. Jón hefur sko óendanlegt keppniskap og meðan ég svona hafði alveg einhver styrkleika var allt í lagi í fótbolta, ég var ekki frábær en ég var bara fínn og þú veist, þannig að svona í staðinn fyrir að láta stoltið stoppa sig að þá heyrðu, nei, ok ég ætla bara að gera ennþá betur nú, þú veist, maður þarf að virkja það þannig og það svona eitthvað sem ég hef lært í seinni tíð að þetta, framan að þá var ég bara þú veist, það eins og ég segi, það var bara eins og varnar mekanismi að vera stoltur og ætla sko ekki að láta einhvern segja mér að heyrðu, þetta ekki að fara að ganga yfir, ég ætla bara að hætta áður en þið segja það skilur þannig að ég myndi segja að það væru svona mistök, skilur það ekki einhver ein ákveðin mistök, en það svona mistök sem ég gerði oft í gamla dag, sem ég hef svona held ég náða aðeins, allavega að reyna að fækka þeim mistökum Þetta svona að því ég tengi þetta beint bara við sálfræðina sko, þá þetta svona það ég veit ekki hvort þú heyrt það svona tvær undirleikindi svona trú sem við höfum í rauninni að það svona að hugafara svona eitt sem kallar gróskuhugafar, eitt sem kallar festuhugafar og allt í góðu. Gróskuhugafar bara að trúa að maður geti bætt efninu sína og maður geti gert það með því að gera sem er erfitt og festuhugafar að trúa bara og sitt annarkvort góður í einhver ekki og þessi ekki hægt að bæta það sem maður hefur og þeir sem eru með festuhugafar þeir einblína miklu meira á að líta vel út og staði bara oh my god allir að vera springa og stóra og ég bara, það gott það þetta var mjög fínt en ég velti fyrir mér því að sko þeir sem eru með festuhugafar þeir einblína meira á að líta vel út og þegar hlutinni líta og þessi undarleikindi trú hefur gefið það verkum að maður hegðar sér öðruvísi þannig að þeir sem eru með gróskuhugafar eins og ég get ímyndum mér að Jónsson sé með bara eftir að hafa æft með honum og fleira seglu með þess að gefast ekki upp að fókusur erfið að láta hindranir ekki stoppa sig sækja áskoranir, vilja að fá endurgjöf og feedback á einhverjum skilur en kannski festuhugafarsfólk nú er þetta ekki svona klíft á skólið sko en þau eru meira svona hræddu að fá endurgjöf forðast að gera mistök vilja ekki líta illa út þegar kemur hindranir og hætti því bara svona framvegis þannig að hvað ég að segja, við erum öll sambland að þessum hugaförum en einhvern veginn finnst mér að hafa eitthvað stoltinu að færst frá festu í meiri svona grósku hvað er eitthvað? Já, ég sammála ég vona að hafa samtvinna þetta eitthvað smá en það er stolti á að kyngja stoltinu og að láta kannski ekki ytri áhrif hafa áhrif á ánægina það sem maður er að gera basically yes Hanna, komu svo áfram FH Þú möguleiki á vasklasi eða? Já, það ekki Ef þú gera pásu á upptökunni Já, það ekki Til já Gerum við það Má ekki góða á sér? Já, það væri rosa Það verður einhver rest í kallinu með það Má verður einhver slíðin í kallinu Nei, það er eiginlega bara vaknaði morgun eitthvað
eitthvað aðsnælegur. En nú er ég góð. Ekki. Toppmálum. Búin að fá það niður. Takk fyrir. Þú er búin að fá langa tíma til að hugsa þessa, held ég. Býtu nú við, hver upp á tilvitnin í? Já. Bob. Sko, eina svona tilvitnin sem ég man eftir, sko, er sem mér fyndi að sé tilvitnun. Hún er sko, hún er svo föst í hausnum á mér er því hún er sko upp á vegg heima hjá mömmu eða eitthvað. Gott, hún er ekki inn á klósetti heima hjá mömmu. Sé á einhvers staðar er hún annað heima hjá mömmu. Og hún er nú bara þannig þetta er tilvitnun sem að fer eiginlega í hring því að hún er one original thought is worth a thousand mindless quotings eða eitthvað svona. Þannig að þú veist ein frumleg hugsun er virði 1.000.000 tilvitnana. Segir þessi tilvitnun. Nei, bara svona, einmitt, er það ekki bara svolítið þetta að, þú veist, að gera hlutina svona með þínum hætti og ekki of mikið eftir einhverju sem að þú séð gert áður. Ég spyr. Fara svona eðilegir staðan fyrir að fara sömulega aðeins farið. Vera trú sjálfur sér kannski. Einhvers staðar þarna er þetta. En þetta er bara svona eina sem ég man, sko. Já. Síðan hefur maður oft séð góð quote. Já. Ég maður er oft einhvers staðar á gramminu maður og kemur einhver góð tilvitnun, sko. Ég bara er ekki nógu góður í það. Nei. Gosh. Þetta er partur af þessu. Ertu með einhverja góða eða? Hvað er með einhverja góða tilvitnun? Hver er þín uppáhalds? Sko svona ég er alveg kvótkall hannilega, sko. Svona nýlega staði frá sem er sko frá Joseph Campbell, hann er svona sem skrifaði þetta Hero's Journey sem hann var á hann í tengslu við bíómyndina, sko. Já. Og það er The cave you fear to enter holds the treasure you seek. Einmitt. Sem er í rauninni það sem óttast að gera, það er vel einhver fjarsögur þar á bakvið, þannig að ef þú sýnir styrkinni að takast á við það sem þú óttast og þá færðu fjarsjóð í að það færi því nær þeim einsleik sem þú vilt vera eða eiga lífið sem þú vilt lifa, sko. Nákvæmlega. Ég mitt var að ræða við dóttur mína nýlega því hún var að fara á fyrsta 5-leikamótið sitt og hún reyndar blessunarlega var ekki að upplifa mikið stress eða svoleiðis en þær voru margar vinkonur hennar stressaðar og hún var að segja mig frá því að þær voru margar stressaðar og svona þá er það einmitt og stress er náttúrulega, er það ekki einhvers konar útgáfa af mögulega oft hræðslu við að gera mistök en ég sagði, þú veist það er engin stressaður eða hræddur við eitthvað sem hann langar ekki að gangi vel, skilur þú veist, það er ekki það er svona veist, þið langar að fara á þetta 5-leikamót og þið langar að ganga vel og það er þá einmitt uppskeran að standa að búi með æfinguna og bara wow, þetta gekk vel, þetta var gaman en hræðslan er að eitthvað fara úrskeiðis og ég veit nú ekki hvað kemur síðan í framhald af því en hræðslan er aðalega bara að eitthvað fara úrskeiðis en þú væri ekki hræddur að þetta færi úrskeiðis þér væri bara kannski alveg sama ef þetta væri eitthvað sem þú hefur ekki metna verið og langar ekki að gangi vel, sko og hlutir sem að ganga vel og þú hefur metna fyrir, þeir gefa
the treasure you seek, eða ekki? I don't know, þetta var eitthvað sem ég var að pæla. Já, ég held að sé, ef maður ekki stressaður eða kvíðin fyrir einhverju eða eitthvað sliðis, sko í fyrsta lagi þarf það ekki að vera neikvætt. Nei. Öðrulega þá, eins og þú segir, það getur bara mynda mann á hvað að maður er að gera eitthvað sem skiptum á máli og maður vill gera vel og svo framvegis. Algjörlega. Og ég held að væri, ef maður væri, ég held að lífið væri bara ekkert jafn skemmtilegt að maður væri ekki smá stressaður og kvíðin. Algjörlega. Og þú veist, stress, þú veist, stress er náttúrulega bara líka, þú veist, það er svo erfitt að gera líka greinamuninn á því, skilju, hvort er ég stressaður eða er ég bara kannski svolítið spenntur. Þú veist, það er oft svona líka bara að embracea þetta sem mitt svona einhverja metnaða tilfinningu og bara eitthvað, já, sko það var seinni part í fyrri part ferlið mínu í fótbolta, þá var ég alltaf svona á spennustími, þá vildi ég alltaf vera smá stressaður og ég átti til að vera ofstressaður, þannig ég var alltaf að gíra mig niður í það sem seinni tíð, að þá var ég alltaf lítið stressaður og þá var ég farin að vera stressaður og ég verið ekki nógu stressaður, þá ert ég alltaf að gíra mig upp í það bara með því að, þú stenduð ekki að tapið bara og það er þér að kenna og bara setja því líka pressa á mig til þess að ég myndi fara í spennustíð, sko. Þannig að punkturinn minn sá kannski að ég vildi alltaf vera pínu stressaður og ég held að sé margir sem tengja við það að vilja vera pínu stressu því að annars bara er manni sama, held ég, og það gerir þetta líka bara miklu skemmtilega, held ég. Hvaða nýja trú, venja eða hegðun hefur bætt líf þitt hvað mest undanfarin ár? Já. Við erum alltaf búin að fara í stoltið og kyngja stoltinu. Teipa munnin. Vera faðir. Ég myndi nú segja bara svona ég reyni að vera bara sæmilega meðvitaður það sem ég er að gera hverju sinni og svona þú veist, og bara hugsa aðeins heilsu og svolítið hugsa Jesús hugsa reyna svolítið að hugsa já, ég myndi segja að væri bara, svona heilsuhegðun bætt heilsuhegðun og vera meðvitaður hvað gerir gott fyrir heilsuna hvað gerir gott fyrir heilsuna eina hvað gerir gott fyrir og þar með talið andlegu heilsuna og reyna að iðka hana og ef það var eitthvað eitt sem væri bara sem gerir gott fyrir andlegu heilsuna en hvað var það? Ég myndi segja að það væri að tala hlutina reyna að klukka þegar ég er of mikið í einhverju niðurrifi sjálfur vera meðvitaður niðurrifið og stoppa reyna að stoppa og bremsa sig af þegar maður er dottinn í það það er náttúrulega er bara klálega minn versti óvinnur er svona eitthvað svona sjálfsniðrif á köflum og þú veist einmitt og svo getur það verið hvort sem það er bara ég gaf hvort mjög persónlega eða mál upp ég sé eitthvað, þú veist bara lífið sé orðið svona þegar, en ef maður bara sest niður og bara skrifa niður og blað bara, heyrðu, þetta er svona já, byrju þú segir maður sé fjármálin, skilur með áhyggjur fjármálin, svo bara ferðu og skrifar tekur þetta bara saman og klírar messið, skilur í huganum, skilur og bara svona setur það niður í staðreyndir það hjálpa mér að ná svona já, bara skýra sín og vera já, ég myndi segja það væri svona að reyna að stoppa sig af þú veist, hafa þessa bremsu og nota hana þegar maður finnur að, herru, já, nú ertu komin á langt spólum maður tilbaka og setjum þetta upp Þannig að vera meðvitaður og þannig að þú grípur sjálfa þig þegar þú ert farin í of mikið niður og hausinn bara farin lengst og áttaði meira á því með því að koma þig einhvern veginn út með því að tala eða skrifa eða tjá þig basically. Þannig nærmaður átt að sjá þig að þetta er oftast bara allt í góður Já, maður heldur þurfi að eins og sögum áðan sko, með
með skrifum eða með að tala eitthvað, maður þarf einhvern veginn að flössa þess út sko. Algjörlega. Þú veist, annars þetta bara í hausnum og ég held líka þetta að grípa sjálf sig, ég held að það sé svolítið sem leikur snýst sko. 100% að verða sko. með þetta þú veist, ég er búin að allt í einu bara, þú veist, var ég að borga mati minn og allt í einu byrjaði að hugsa peninga og allt í einu byrjaði að hugsa hvað er á bankabókinni og bara fjölskyldan og áhyggjur og bara eitthvað út af einhverju einu og komum bara eitthvað lengst. Þannig ég held að sé hausinn getur verið alveg ruglegur. Hann er bara tómri þvælótt sko. Ekki. Mér finnst þessi eiginlega sko uppáhaldsspurningi mín í rauninni. Uppáhalds, mér finnst svo skemmtileg. Ég myndi að það var ekki hægt að dæma þig og geti samt frá einni skoðun sem gæti verið túlku óvinsæl á öðrum. Jesus. Hver væri svo óvinsæl skoðun? Sko. Það er góð spurning. Það eru margar svona skoðanir sem eru flokkaðar sem svona eitthvað svona PC sko sem að ég reyndar upp til hópa er sammála skoðanum í sambandi við þú veist jafnrétti skoðanum í samræmi við bara frelsi einstaklinga til að vera þeir sem þeir eru og það en það er svona ég veit ekki hvort það tengist því en ég einhvern veginn flokkaði þar að svona það tengist svolítið bara eiginlega svona börnum að hérna mér finnst börn sko sama tíma maður er sammála maður á að tala við börnin sín eins og þau viti eitthvað og sem þau að gera og þau fái að ráða hinu og þessu og allt það en sama tíma þá hugsa ég svo oft ég veit, kannski tengist þetta ekkert börnum, kannski tengist þetta miklu meira fullorðnum og foreldrum og mér finnst svo mikið í kerfinu okkar núna að við séum komin eins og með kennara tökum kennara sem dæmi út með fullt herbergi af krökkum og svona þú veist þú mátt sko ekkert gera þú mátt ekki vísa barni út úr tíma lengur af því að það verður ekki nema sér þá búin að tryggja einhvern fylgdarmann fyrir utan bekkin sem að tekur þá viðkomandi og fylgir honum af því að börn með ekki vera ein þú veist, þú mátt ekki hækka róminn, þú veist, maður hefur heyrt dæmi bekki sem að og það, allir með síma mátt ekki taka síman af krakka það átt að brjóta eitthvað á frelsi bassins þú veist, mér finnst þetta svona komin í bara, þú veist, bara einhvern veginn svona, þetta komið upp í svona algjöra þvælu, sko og ábyrgðin sem börn bera eða úlingar er orðin rosalega takmörkuð en umfram allt þá er sko og það er í rauninni breytingin sem að maður er ósamála er að í gamla dag ef ég og þú vorum að drulla eitthvað á okkur í skólanum og vorum sendir upp til skólastjónan og eitthvað og svo kemur það til berst það til eyrna foreldra okkar að þá hefðum við verið skammaðir bara hvað varst þú að gera? Akkur, já, þú gerir þetta svona og þetta auðvitað varstu reikin út tíma en í dag þá myndi svo margir foreldrar og of margir ef þú spyrir mig fara í kennaran byrju fyrir ekki, hvað varst þú að gera? Og það er svona að bara vera alveg eitthvað svona ábyrgðarleysi í krökkum
sem að hefur auðvitað ekki með neitt að gera annað en bara ábyrgðarleysi foreldra á því að taka á börnunum sínum, og þá er ég ekki að tala um að taka á þeim eitthvað líkamlega sko, bara heldur að bara þú veist, taka á einhverjum hegðunarvanda eða hvað sem það er og láti ekki eins og sko þú veist, eins og já, og bara, þú veist að vera ekki með sko, vera ekki alltaf að varpa á vandanum á einhverja umsjáraðila. Þau ekki annað til að ala upp krakkaðinn sko. Kennari á ekki að ala upp krakkaðinn. Þú átt að gera það sjálfur eða sjálf. Og það er svona þetta sem að fer svolítið rosalega í töðunum mér sko. Og svo er svona, það er einhverju sem að vil ekki segja nei við börnin sín. Pældi því. Það er eitthvað sem ég leyfi mér að dæma í þessu lífi. Þá er það. Það er algjörlega galin nálgun að það með ekki segja nei. En það er sko, mér fannst fyrst tala um sko, þetta er tvennt kannski, þetta er kannski svona agaleysi kannski og að fría frá sér ábyrgð. Já, þetta er það sko. Sko, agaleysi barna er bara eitt og það er allt í lagi. Þú veist, það er bara hægt að laga það, taka á því. En það þarf að taka því og það þarf rétt fólk að taka því. Það er bara svolítið, og svo fyrir að tala um ábyrgðarleysi, þá er ég eiginlega komin í kjarnamálsins sem eru þetta bara foreldrar. Þannig að við erum betri að fría frá ábyrgð heldur en axla sjálf ábyrgð. Já, þú veist, það er náttúrulega rosalega mikið af fólki sem að, þú veist, er alltaf bara að fría sig frá vesinni, sko. Þú veist, fólk sem að, við erum að keyra til Akureyrar og krakkinn er bara í iPad allan leið. Það er bara til þess að krakkinn sé ekki að, til hvers er það? Ef við hugsum okkur það. Er ekki bara því að þú vilt hafa frið á meðan þú keyrir til Akureyrar. Í staðinn fyrir að við séum sko, þú veist, ég ætla ekki að segja að krakki minn hafa aldrei séð iPad sko, það er alls ekki þannig. Og hún hefur fengið að þú veist, nota síma minna og lita í síma, þú veist, á leiðin til Akureyrar í einhver tíma á leiðinni. En mér finnst að við eigum að vera í samtali sumt, þú veist, auðvitað pirrandi eitthvað, erum við komin og þú veist, hvað, eitthvað svona og ég veit það ekki, en mér finnst að við eigum að vera í samtali og þú veist, og líka, þú veist, ef krakkinn hérna þá sér hann ekki það sem er að gerast hérna fyrir utan bílinn og þú veist, þetta er bara það er bara að þagga niður í krökkum eða rétta þeim alltaf einhvern iPad eða eitthvað hvað sem það er. Þannig að sko að því að líka, ef þú ert að fara til, segjum bara að fara til Akureyrar, að því að iPad getur líka verið samvera, sko, þú getur alveg verið saman að ráða úr einhverju stafarugli eða eitthvað. Þú veist, ég og stelpa mín, við erum oft saman í einhverju svona sem heitir word snack, sem er eitthvað sem maður það eru nokkur stafir hvað orð leynast í stöðunum, eitthvað svona. Getur verið samvera. Og allt það, en ég myndi segja svona þú veist, það er bara eiginlega sér ótti við samtal við krakkan. Það er hvort sem það er hann kemur heim og það var einhver hegðun sem var ávíttur fyrir krakkin og staðan fyrir bara, já það er allt í góðu hérna, Svenni minn, ég ætla bara að fara að tala eins við hana Hugrúnu hérna, kennaraðinn. Hvað var hún að spá? Ekki þú hafa ágjör af þessu. Þú gerir ekki þetta rátt. Bara eitthvað því að þú nennir ekki að bara herðu. Þá fyrir hann í fíl og inn í herbyggju sitt og verður eitthvað pirrar út í þig. Það er bara hlutað að vera foreldri, skilur. Þannig að ég veit ekki hvort þetta væri eitthvað mjög óvinsæl skoðun, en er þetta ekki svolítið sem er komið eins og var ákveðin svona sjálfstraustar bylgja sem kom hérna fyrir einhverjum áratugum síðan, að það mátti ekkert barnið var svo frábært og bara sama hvað það gerði, bara æðislegt og þá á ekki að skamma það, á ekki að með að tapa eða þú veist, allt þetta sko að ég velti fyrir mér sko og þú veist, þú talar um að banna að segja nei og svo framvegis, hvort að við séum komin of langt þarna, skilur við, bara almennt. Mér finnst það, mér finnst sko
líka bara einhvern veginn þetta, þú veist, eins og maður foreldrar í sérstaklega í fótbolta, nú ég alveg upp í fótbolta og ég þjálfaði í fótbolta og það bara fullur salur af einhverjum foreldrum bara 30, 40 foreldrar að horfa á æfingu þú veist sko, það er náttúrulega bara vitað að ef segjum að barni meiðir sig eitthvað pínlítið ef þú ert á svæðinu þá meiðir það sig meira heldur en ef þú ert ekki á svæðinu það er bara svoleiðis þannig að og þú veist, og allt þetta er bara svona, meðan ég til dæmis með stelpuna mína í 5 leikum og ballett og svona og það er bara, ég skil ekki okkur í fótbolta er ekki bara eitthvað, nei, þið stoppið hérna hurðinni hér, krakkin má koma inn, ekki þú þú þarft bara frið til að kenna börnum annars en alltaf eitthvað hlaupa mér er heitt, mér er kalt ég mitti með aðeins hérna, ég finn eitthvað aðeins hérna ég veit ekki, þetta er svona utanvert í kálfan eitthvað svona bull ef hann væri bara hana á æfingu þá myndi hann ef það væri eitthvað virkilega að þá myndi hann fara til þjálfan hans og segja, heyrðu, ég er bara að drepast í kálfan eða, þú veist, mér er bara puttanir eru detta af mér hérna og þá myndi viðkomandi bara geta hringt í foreldri eða reynt að laga það með einhverjum leiðum sem það hefur á staðnum það er bara svona þetta og þetta eftirlit og eins með þjálfari þorir ekkert að taka eins á einhverju máli sem kemur upp ef foreldrið er alltaf bara standandi yfir hann maður var oft búin að taka einhvern til hliðar að því hann var bara að hegða sér eins og kjáni kemur trítlandi eitthvað foreldri og ætlar að standa yfir samtalinu akkur eftir því ekki ofvenda bara það er bara ekkert nema bara eitthvað svona ofvendun á krakkan hvað heldur, ef þú myndir sjá eitthvað einhvern fara illa með krakkan þá mætir þú en ef hann bara tala við hann 4 augu það bara hefur önnur áhrif ég veit ekki, mér finnst svona já, mér finnst bara þetta með að krakkar bara megi bara svolítið vera án eftirlits og án þess að foreldrarnir séu alltaf bara í einhverju vendarstöðu og kannski læra að brenna sig á hlutum og, já, læra að brenna sig á hlutum og axla ábyrgð sjálf já, og bara þú veist allt þetta auðvitað, ég skil að skrá ekki úrslit 10-0 í einhverju leik skráum það bara, ok, 3-0, allt er góð bara upp á einhverja markatölu og eitthvað ble, I don't care en merkurinn málsins er samt sá sko ætla eitthvað svona engin vann eitthvað sem að sumir er í sko þegar ég var þjálfa þú gast ekki logið að þessum drengjum hvernig leikunum fór þó þú beittir öllum mögulegum ráðum þeir telja þeir vita hver skoraði í hvaða röð mörkin voru skoruð og einmitt hver skoraði og hversu mörg þeir er að telja og sama með stelpur auðvitað, ég bara þjálfa aldrei stelpur að hérna þau sem eru hana að keppa svo er fullt af krökkum sem er ekkert að keppa þau eru bara finnst bara gaman að elda boltan og eitthvað og frábært, æðislegt það er líka fullt af krökkum sem eru að keppa og þau langar að þú veist, að þeir líka síðan hinn punkturinn skilur þú veist, nei við unnum nei, þið unnuð ekki þú veist, alltaf vera að venda þú veist já, mér finnst sko mér finnst bara að taka svo mikið af þú veist, maður er alveg upp í íþróttum og margt af því sem gerir einslengi sem maður er orðin í dag það er að hafa gengið í gennum allt þetta þegar maður var að keppa þú veist, það gerir allir sem mistök að tapa leikjum að vinna leiki, að vera með öðru sér fólki á að fá hérna þú veist, einhverja endurgjöf frá þjálfarnum eða skammamann eða hvað sem þetta er þetta er einhvern veginn velti fyrir mér sko hvort þið séum of langt þarna að ofenda mér finnst það á köflum þannig og sömulegis finnst mér þetta með krakka að þú veist, það var alltaf gamla þarna virðing fyrir kennaran já, engin í dag hún er engin og bara eitthvað, heyrðu
ég þarf, hérna, nei, kæri þig bara kæra þig heyrðu, þú verður þá bara að gera það ég ætla að taka hennar síma hérna af því að þú ert ekki að gera neitt af því sem þú ert með hennum mér finnst bara, af hverju er það ekki sjálfsagt að krakkar skilji síma sín eftir í einhverju boxi á kennaraborðinu hvernig má það vera að það sé ekki sjálfsagt skilur við það bara, ég bara næ því ekki ég velti bara fyrir mig hvað áhrif þetta hefur sko seinna mér í lífinu sko því að þú veist þegar mamma og pappi verða ekki til staðar skilur hvað ætlar að gera þá? Já, og bara hvað ætlar þú komist út í lífi á þess að bara heyrðu, ég var 21 árs þegar ég heyrði nei fyrst hvað þvælaði það mun aldrei gerast það er eitthvað, og þú veist ekki nei, ég var aldrei lent í þess aður það er að neita þeim inngöngu hér þú veist, þetta er bara bull af því að krakkiðin þarf að segja nei, þarf að heyra nei og það þurfa að vera mörg og þú veist og það þarf að, þú veist, keppniskapir eitt og eitthvað svona, en að alltaf vera dottin í jörðina bara grenjandi leið og eitthvað gerist gengur ekki upp sko bara gengur ekki upp og bara alls konar svona eitthvað ég myndi segja svona, mestu skoðan sem ég hef er á einhver svona málum bara eitthvað, þú veist auðvitað eru hérna minnst vegum að passa upp á þessi hlutverk hvað er hérna kallmennska og hvað er kvenlegt og eitthvað svona við þurfum að afstýra því, að aflæra það og þetta með að fólk fá að vera eins og það er á þess að við séum eitthvað dæma, það kemur okkur ekki neitt við hvernig aðrir sjá og upplifa hlutina svo lengi sem þeir eru ekki bara að meiða aðra en svona þannig að frelsi einstaklingsins er rosa mikilvægt en frelsið til að vera bara fíbl er stundum orðið bara svolítið mikið sko það, þú veist, og sérstaklega finnst mér að við þurfum að passa upp á þetta er ógeðslega að finna að ég sé að ræða þetta en þetta, þú veist, ég er svolítið með þetta kennaradæmi svona á heilanum, þú veist, gerðu bara eins og þeir eru sagt og bara sján óperar er bara stjórnleysi já, þú veist, bara, þetta er bara svo mikið þvæla, sko, þú veist, og akkur, ok, ef við ætlum alltaf að vera, þú veist kæra einhverja kennara og eitthvað, þú veist, akkur eru við þá ekki bara með hérna myndavélarinn í öllum stofum þannig við sjáum, það er ekkert mál fyrir einhvern krakka, sitja bara með síma sinn og vera bara, herru, þú espir bara kennaran og ég er bara tilbúin að ná því þegar hann missir sig og segir okkur að halda ekki eftir svo bara eyða við komum til bara 27 mínútum í að vera fávitar og endar að því herru, nú segir þú eða eitthvað, hafa það tekið upp og serðu hvað hann sagði við mig hérna veist, give me a break sko. Ég held að sé líka svo talar þetta er förum oft í svo harkalega í pólana sko, þú veist, bara eins og með allt eða ekki töksun hjá manni sjálfum sko annarkvort er eitthvað eitt sem á bara að vera algjörlega rétt og eitthvað annað sem er bara ekki rétt og við fyrst við erum búin að fara í aðra áttina undanferðin ár en hugsaðlega er þetta einhvers konar samblanda myndli eins og þú talar þetta er karlmennsku og kvenmennsku allt þetta er ekki annarkvort, skilur mig og þetta er ekki annarkvort frelsi eða bara þetta er einhver, þú veist, þetta er einhver samblanda hana milli sko að því að sko einmitt, ef við eigum að tala við krakkana virðingu, sem við eigum að gera en það má ekki vera þau þurfa samt ennþá að sína eldri virðingu skilur, og bera einhverja ábyrgð og allt þetta en það er þessi punktur með foreldra sem að gleyma að ala upp börnin sín og halda að það sé í höndum einhver annara það er rosa, finnst mér mikið bara mein í samfélaginu sko. Ábyrgðarleysi og fría frá sér ábyrgð já, og bara svona já, það er og alltaf eitthvað svona afsaka einhverja hegðun og reyna krúttvæða einhverja hegðun sem er bara ömurleg sko, þú veist, bara hún svona nei, veistu hún er bara að stýra með fílu þú veist, getur ekki tekur ekki þegar hún eitthvað nei, hvernig væri að þú myndir bara heyrðu, þú verður að taka því þegar þetta gerist og ekki gera allt vitlaust og láta eins og heimurinn sé að farast og stýra öllu hérna og setja allt í hersendur búa til
svona jafnaði geð, sko, einmitt, ekki verið í einhverju pólaðri hegðun, sko, við þurfum að búa til eitthvað. Við erum það geggja og það var svona ágerist svona. Já, það var svona meiri ástriða sem fór svona, sá kveikna á þér, sko. Það eru 2 spurningar eftir. Já. Ef við getum vefað törfarsprota og leyst eitt vandamál í heiminum í dag, hvað væri það? Ég væri til í að veifa töfrasprota og svona leysa vandan sem svona kannski heilsulæsi segi ég og lélegt heilsulæsi leiðir oft af sér bara heilsuleysi og en það auðvitað margþættur vandi það er hérna líka hluti af því er líka svona efnahagslegur óhollista oft ódýrari heldur en hollsta holli valkosturinn oft dýr ég væri til í og hluti af þessu heilsulæsi til dæmis bara koffeinneysla ungmenna sem bara galin það Æslandbúð rétt hjá þar sem ég á heima þar sem maður fer stundum að retta einn og einni vöru ef við vantar í ískápinn í kvöldmatinn og það bara hvert einasta skipti sem maður fer hvenær sem dagsins þá eitthvað ungmenni að næla sér í eins og 3-4 dósir af einhverjum 180 milligrama orkudrykk sem galin neysla eða þú spyrir mig sko að negla sér í þristin af því á dag bara rugl sko þannig að það hluti af heilsulæsi sem maður væri til í að bæta og náttúrulega þú veist allt hitt með já, þetta mér svona smá hugleikið en eins og segja auðvitað hluti af þessu líka eins og núna var ekki einhver að tala núna að fara að skattleggja sykraðavörur og nota þann pening til lækkunar á hollari valkosti ég hef eitthvað heyrt það til dæmis finnst mér nokkuð skynsamleg leið að gera hann aðgengilegri hollari kostin því að það mjög mikilvægt að svona að við höfum jafnan aðgang að því sem að gera okkur gott Þetta góða punktu því að við vitum að 2/3 af öllum dauða heiminum bara út af lífstílstengdum sjúkdóm skilur mig, það bara og hvað kemur í veg fyrir það? Jú, ok, það enda bara sko og það fólk sem deyr ótímabæran dauða sem á ekki að deyja en mestmegnis af því í löndunum sem mikið fátækt og svona en 15 milljónir af þessum 43 milljónum það eru fólk í okkar heimi minni mig, ég sé ekki að fara með rátt mál en það bara tandur hennu það bara hreyfing, það ekki reykja ekki drekka mikið, ekki borða óholt og svo framvegis, allt sem allir vita þannig að þú væri til í að í rauninni við værum meðvitaðir það út af því að áran okkar að lengjast en kannski gæðin ekki að mikil að sérstaklega unga fólki okkar en við bara öll værum meðvitaðir hvernig okkar daglega venjur hafa það áhrif á okkar líf þá í framtíðinni basically. Algjörlega, þau þurfa að vera meðvituð það en foreldrar þurfa líka að vera meðvitaðir hvað þau eru að gefa þessum börnum og hvað þau eru hversu mikið þau eru að virkja þessu börn og talandi það sem við talum áðan með að henda bara iPad í vandamáli þú veist, stundum í staðan fyrir að láta krakkaðin bara að fá auka klukkutíma í iPadnum þá þyrftir þú bara að fara með því út á leikvöll og losa orku þannig ef mér leiðist förum út gerum eitthvað hreyfum þig sorry, þetta smá eins og hundur skilur, hundurinn verður bara trilltur ef þú fer ekki út með hann að labba þannig að
ef það er hræðilegt veður þá bara hægt að ná einhverja dínu og taka einhverja kollnýsa og standa á höndum og reyna að ná einhverju hreyfingu þannig sko. Fullt af börnum sem að bara grein, þú veist, þau ráðast ekkert, skilur. Þau ekkert þetta er lærið hegðun. Þannig að hérna já, það er við þurfum að pæla í þessu. Taka mér ábyrgð á því. Ég var í stöfur núna, svo ég leiði til tölfræðina, var að 43 milljónir sem deyja, 15 milljónir deyja út í umbrönduða. Af þeim eru margir í fátækt en einhverjir í vesturheiminu líka. Síðasta spurning, þið mættu einungis koma einu skilabóð að framfæra út lífið til annar eins líka. Hver væri svo skilabóð? Það bara væri það að ég lifi í þeirri trú sko að mann við erum oft svo upptekinn af ef ég ger þetta þá það er bara búið sko. En málið það að það er allir að pæla sjálf sér, ekki þér, og það sem þú gerir mögulega til umræði 2-3 daga, svo er það bara svolítið farið og búið, svo lengi sem það er ekki eitthvað hræðilega afklöpp sko. Við reynum að forðast þau, en litlu hlutinir skipti ekki svo miklu máli, ekki ofhugsa, við erum bara hérna svolítið svona það sem við erum, núinu, ekki of mikið í fortíð, ekki of mikið í framtíð, bara reynum að keyra þetta svolítið á gleðinni og gera það sem nærir gleðina. Það myndi ég segja að væri lykillinn. Mér finnst það góð skilabóð sem sumera kannski einhverju leiti upp sko, mér finnst ég sjárið að þráðin varandi sko aukin þroska, meðvitund, opna og vinna úr tilfinningum og vera meðvitað tilfinningar og að don't sweat the small stuff sko. Já. Það hengir mér það. Það er svolítið svoleiðis. Ég held að það hefur verið svona þema sem við fórum í gegn sko, þroski, meðvitund og tilfinningar. Nákvæmlega. Herðu. Það verður brjálað að gera, það er að klippa allan hann hóst út. Það ekki. Ég Jesus. Hann verður að fólk kannski bara hætta að hlusta og höfum bara inni, það ekki. Herðu, Friki, takk kærlega fyrir að gefa þér tíma til að spjalla þrátt fyrir hóstan, það var yndislegt að tala þig. Sömuleiðis. Takk kærlega. Takk sömuleiðis.